Darling, darling. Kvöld ágættir áhorfendur og verið hjartalega velkomin hér í þennan 16. úrslitaleik í Coca-Cola bikar HSÍ. Það eru lið Fjölnis og Selfoss sem eigast við og við ætlum að byrja á að kynna inn lið gestana og það er númer 1 Helgi Hlynsson, númer 28 Birkir Fannar Bragason, númer 2 Guðjón Ágústsson, númer 3 Hergeir Grímsson, númer 4 Árni Geir Hilmarsson, númer 6 Árni Guðmundsson, númer 9 Elvar Örn Jónsson, númer 11 Egidíus Mikalónis, númer 14 Teitur Örn Einarsson, númer 15 Rúnar Hjálmarsson, númer 18 Adam Sveinbjörnsson, númer 23 Andri Már Sveinsson, númer 26 Eyvindur Hrannar Gunnarsson og númer 33 er Alexander Már Ekan. Þjálfari Selfyssinga er Stefán Árnason og honum aðstoðar eru Grímur Hergeirsson, Jón Birgir Guðmundsson og Þórir Ólafsson og við skulum klappa vel fyrir Selfyssingum og þá er það lið heimamanna númer 15 Ingvar Kristinn Guðmundsson, númer 16 Bjarki Snær Jónsson, númer 3 Kristján Örn Kristjánsson, númer 5 Sveinn Jóhannsson, númer 6 Bergur Snorrason, númer 7 Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, númer 8 Breki Dagsson, númer 9 Brynjar Óli Kristjánsson, númer 10 sonurinn Sveinn Þorgeirsson, númer 13 Brynjar Loftsson, númer 22 Björgvin Páll Rúnarsson, númer 28 Unnar Arnarsson, númer 31 Eyþór Snæland Jónsson og númer 45 Hreiðar Örn Sóeka. Þjálfari Fjölnis er Arnar Gunnarsson og honum aðstoðar á bekk eru Aðalsteinn Snorrason, Jón Pálsson og Þorsteinn Máni Óskarsson. Nú dómara hér í dag eru Arnar Sigurjónsson og Svavar Pétursson skulle gefa glokka og eftirlitsmaður HSÍ Guðjón Sigurðsson. Ég segi bara góða skemmtun og áfram Fjölnis. Já, verið velkomin áhorfendur góðir í þessa beinu útsendingu Fjölnir TV's á þessum Coca-Cola bikarleik. 16 úrslit, Fjölnir á móti Selfoss. Ég heiti Jón Brynjar Björnsson og með mig situr Helgi Kristinsson. Helgi, hvernig leggst þig? Bara mjög vel. Þetta er eins og ég vorum að ræða þetta náðan, ég held að þetta ef við komumst áfram í dag var þetta fyrst skipt sem að Fjölnir fyrir 8 úrslit í bikar. Aha, ekkert annað? Ég held það. Þetta verður sögulegt kvöld, saman hvernig fer. Já. Nú náttúrulega þessi lið hafa nú mæst alveg nokkuð oft áður. Áttu náttúrulega rosalega úrslitaleik í fyrra. Fóru í oddaleik. Alveg virkilega jöfnlið, þannig að það mun alltaf koma niður á því bara hvort liðið er stendar hjá leiknum eða ekki? Jú, bara og líka bara hvort liðið þannig í taktíkslega sé þannig að ég vinnur betur á móti hinnu. Ég held að það skiptir líka svolítið miklu máli. Alveg klárlega, alveg klárlega. Eins og þið sáu, það var hérna mjög skemmtileg innkoma á liðunum. Öllu tjálta til hérna í Dalhúsum. Ljós og læti. Já, þetta voru Selfyssingar. Þeir eru ready í leikinn. Og það eru okkar menn líka. Herru, svo ég fara nú aðeins yfir byrjunarlið Fjölnis. Það sé í vinstri horninu Brynjar Loftsson. Svo á línunni er hann Bergur Snorrason. Vinstri skyttu Sveinn Þorgeirsson. Miðju Björgvin Páll Rúnarsson. Og í hægra horni er Hreiðar Örn Sóeka. Og hægri skyttu Kristjánsson. Svo við gleymum honum alls ekki. Já.
Herru, í liði Selfyssinga, í vinstri horni er það Andri Már Sveinsson, vinstri skyttu er það Elvar Örn Jónsson og svo á miðjunni er númer 3 Hergeir Grímsson, hægri skyttu Teitur Örn Einarsson og í hægra horni sýnist við að vera já, Alexander Már Egan og línunni er að sjálfsögðu Eyvindur Hrannar Guðmundsson. Jæja, kom svo Fjölnir. Já, víti dæmt. Þannig að þessi hárrétt með sinn vera vel inn fyrir þegar hann fer í hérna. Já, herru, við vorum líka beðnir um það að eftirlitsmanni kvöldsins að vinna á það. Þessi útsending er á vegum Fjölnir TV's og er öllum hlutdræg, öllu liti. Já, við getum verið nokkuð öryggi með það að við verðum eitthvað hlutdræg í Já, en þarna var hann Andri Már Sveinsson að skora sitt fyrsta mark. Staðan 1-0 Selfyssinga. Selfyssingar spila já, Björgvin, hárrétt. Það sem var að segja að Selfyssingar spila 5 metra vörn meðan Elvar fyrir framann hefur reynst þeim gífulega vel í vetur. En nú köllum við eftir að Sveinn Þorgeirsson fer í gang. Góð finta að Donna, Hreiðarinn. Það var Brynjar Hókasið. Allt eins og við erum fáið 2 fín færi þarna en það er alltaf lagi. Eins og svo lengi sem það færin að koma á skoru við, það er nokkuð ljóst. Og það er nokkuð ljóst að við þurfum að taka fast á þessi manni. Þessi maður er með hvorki meira en heldur en 55 mörk í 9 leikjum í deildinni. Gríðarlega hættulegur. Það er boltinn eitthvað blautur greinilega. Skiptum bolta. Greinilega vel tekið á því uppbytun. Og Fjölnismenn svara náttúrulega í sömu mynd. Þeir spila 5-1 líka meðan Björgvin Pál fyrir framann. Elvar. Þarna opnast vörn Fjölnismanna upp á gátt. Og Teitur skora hann auðvitað með gennum bóti. Þetta var ekki góð vörn í Fjölni þarna. Nei, alls ekki. Þarna máttu bara fara í skotið sitt. Óhöfn með skotið Antoni. Skotið í Þesslá, út af. Góðan degi, þetta fellum okkur. Staðan 2-0. Þess að þú þurfa aðeins að fara að vakna vörninu, en ekki búin að vera sérstakir varnarlega. Þetta er búin að opnast alltaf mikið á okkur. Það byrjaði strax. Selfyssingar greinilega mættari til leiks heldur en Fjölnir. Byrja að grífa sterkt. Saman Fjölvar komið í langa Kairó klippingarna. Elvarinn. En er tekinn föstum tökum á honum Sveini. Hendi komin upp. Ára að standa. Þetta er alltaf einfalt verið og með þessu lungu skiptingu og opnast vörnin á Fjölni alveg svakalega mikið. Bergur er ekki alveg vaknaður. Nei. Og það er náttúrulega gífurlega dýrt að móta svona liði í þessum gæðaflokki sjálfur sér. Já. Við höfum alls ekki leipað þeim og langt frá okkur þannig strax í byrjun. Ára Sveinn, kemur hann á miðuna. Björgvin, Árásuna. Skemmtileg hreyfing, komin í gegn. Það er ruðningur. Já. Þessi þótti að vera sammála, veist mér alveg sammála þessu en mér fannst það að vera svo lengi að dæmi þetta. Ég er ósammála. Þú ert endar háasýtdómari, ekki ég. Þannig að mögulega ef þú hans réttara fyrir þér. En mér fannst það bara alltaf lengi að dæmi þetta. Ég vilja, þú veist, ef hann ætlar að dæma ruðning, eftir hverju hann er að bíða. Hann gaf hann dramatíska þögn. Sjáum, þetta er akkurat sem við vilja Fjölnismenn. Sjáum að Björki stendur mjög ýkt á hann Hergeir, hann get ekki gefið á Elvar. Vilja alls ekki fá Elvar í gang. Það koma með sama leikjur aftur, til að fá Elvar í gang. Og snýr hérna Sveinn Þorgeirsson meistarlega vel að sér. Mögulega búið með skrifin, en það er önnur saga. 4-0 fyrir andskotin. Jæja. Þessi nú við þurfum að fá mark í þessu sókn í Fjölni, það er bara hann. Fín tilraun á Sveini, hættan sig nú vel. Það var Elvar með boltan. Sækir á Donna, maður mann. Hann er löngu búinn með skrifin, já akkurat. Takk fyrir Arnar, dómari.
Arnar og Svavar eru nokkuð vani menn í þessari grein. Ekki satt ekki? Jú, þessi er eitt af fremstu dómarabörunum okkar. Hvort að menn sé ekki alltaf ánægði með og eru þeirra samt. Þá fekk Sveinn. Nei, þetta er klaufalegt. Tvígrip dæmt hana á Björgvin. Sveinn beið þarna eftir í vörninni, við fengið eitthvað höfuðhögg. En við vonum að það sé í lagi. Við erum nú alls ekki við að missa hann. Nei, það var mjög slæmt. Sérstaklega varnarlega fyrir okkur. Nú erum við náttúrulega Fjölnir með 2 meitamenn sem eru gríðarlega sterkir. Hann Matti Sveinn Halldórsson, vinstskipta og hörku varnarmaður. Sem og nýliðinn Kristján Örn Kristjánsson. Nei, Kristján Þór Karlsson meina ég. Hægri hornarmaður. Eins og sjáum að Fjölnir er í vandræðum með þá stöðu. Nú er rétthendur einstaklingur í hægra horninu. Það gerir þetta alltaf aðeins erfiðara. Það brýtur aldrei upp leikinn, það er óneitanlega. Hanna hoppa hann heldur hátt. Hergeir. Það er glæsilega var Ingvari. Já, Brynjar sniður, hendur hann tilbaka á Svein. Hann getur stilt upp í hefðbundna sókn. Línan dæmt og Andri Már komið fram og það er mark. 5-0. Þá reiknir nú með að Fjölnir fara að grípa í græna spjaldið. Takk fyrir leikli. Þetta er ekki góð byrjun. Þetta er alls ekki góð byrjun. Það er eitthvað stress í Fjölnisliðinu en í byrjun. Hvernig er Helgi nú þú sem HSI-dómari? Er bannað dribbling teg? Nei. Það er ekki bannað? Nei. Sveinn þarna datt eitthvað og gat þar alveg ekki grípa boltann. Hára Elvar, Lein lýsendingu, hefnast ekki. Björgvin koma, farið bara sjálfur, nei, gefa Brynjar. Brynjar snýr hann hérna listalega vel. Vel getur Brynjar þarna. Glæsileg. Kannski er þetta nistinn sem að Fjölnismenn þurfa. Við vonum það allavega. En Selfyssingar snöggir upp völlinn. Og Teitur Næs er þarna í vítakast. Og á punktinn stígur Andri Már Sveinsson, einn öruggasta vítaskastinn í deildinni, ekki á landinu. Já, hann klárar þetta. Martrað byrjun af Fjölni. Nú þurfa þeir bara að byrja að spila aðeins sóknarleik, vinna sér í þetta, 1 mark í einu. Ekkert óðagott. Það er ekki rétt farið með mál, Helgi, að Fjölnismenn unnu leikinn í deildinni. Jú. Mót Selfoss. Selfyssingar vilja vantalega hefna fyrir það. Og Brynjar fyrir inn. Farið í hann. Og það er víti. Gult. Jájá. Þeir eru alveg með það á hreinu. Og þá stígur á punktinn Björgvin Páll Rúnarsson. Hann er markahæsti leikmaður Fjölnisdeildinni með 66 mörk í 10 leikjum. Og starffræðingurinn í mér segir að það sé 6,6 mörk í leik. Og hann skýtur í stöngina, hreiðan á frákastinu. Og hann ver. Helgi Hlinsson hérna. Ég er búinn að telja rétt og held ég að þetta sé annað skotið hans í leiknum. Annað skotið hans? Já. Hvað sagði okkar þulur hérna? Hann sagði nefnilega ekki neitt. Hann sagði ekki neitt? Nei. Það eru 2. Jæja, staðan 6-1 eftir 9 mínútna leik. Fjölnir er ennþá að bíða með að byrja leikinn. Kemur Sveitan í miðuna, upp með skjótringur. Og stöngin út af. Jæja, sko, við erum komið 3 stangaskot. Gæti verið stöngin á góðum degi. Þetta er ekki alla að fatta með okkur. Teitur í horni, Alexander. Elvar hérna gáðar og róar leikinn. En þetta liggur þeim ekkert á. Staðan 6-1. Óska byrjun hjá Selfyssingum. Þeir reyna þarna sama kerfi. Sveitin tilbúinn. Jájá. Það var skelvileg vörn á Fjölni.
Nú mögulega komin tími á einhverjar breytingar í vörninni. Þetta er auðvitað ekki ganga. Og það eru skref dæmd á Svein. Það er ekkert að ganga upp hérna hjá okkur. Og sama tíma er alltaf komið fram. Og en meistaralega vel varið hjá Ingvari. Þetta þurfum við. Hann þarf að kveiki sínum mönnum með svona vörslum. Glæsilegt Ingvar. Og á sama tíma tekur þá Arnar Gunnarsson leikhlé. Helgi, þetta er ekki okkar byrjun. Nei, þetta er búið að vera skelfileg byrjun hjá okkur. Hvað finnst þér svona að vera helst þurfa að laga? Bæði sóknarlega og varnarlega. Við erum, þú veist, svona, hvað segja, fyrstu 3-4 mínútur voru að fá allt í lagi færi sóknarlega. En við erum ekki að ná að finna hann opin færi sóknarlega núna senastu mínúturnar og varnarlega eru við allt og opnir. Sammála því. Finnst mér líklegt að hann Arnar fari einhverjar breytingar, en einhverjar breytingar eru þörf. Ágætlega mætt hérna í stúkuna. Hún er alls ekki full, en miðað við veður úti þá kannski er þetta bara fínt. Eflaust aðeins fleira að horfa á netinu. Minnum okkur á það að við erum að vinna með hashtagið handbolti, en það er eitthvað út á að setja. Heyrðist í Ingvari vera messuði sínum mönnum að segja að þeir byrjuðu þetta kraft, en við vorum bara ekki með í byrjun og vorum bara að gera þetta almennilega, segir hann. Já, það er komin tími til að við byrjum leikinn. Og sjáum að breytingin sem að Arnar gerir hérna sóknarlega er að hann Breki Hax Dagsson er komin á miðuna og Sveinn Jóhansson er komin á línuna. Það er spenningir á hvort að Donni var út í fyrir framann í 5-1. Já! Þetta þurftum við! Takk fyrir góðan daginn! Látum við velja okkur hérna í stúkunni, tekja megin. Þetta eru skref, Helgi, er það ekki? Jæja. Andri Már, komið 4 mörk. Sveit fara aftur upp bara. Já! Hanna. Donni, hann kann þetta líka. Þetta þurfum við að fá frá báðum vængjum. Þessar bombur. Hann getur þetta líka víst. Elvar. Jæja. Óöfnir hana. Það er erfitt að verjast á 6 metrum á móti stórskyttu. Það verður að segja þessu er. Já. Sveit fer utavert. Dómarinn veit meina hans er búinn með skrefin áður en hann kemst í þetta færi. Já. Þarna, þetta þurftum við, Kristján Örn. Donni aðeins komin í gang, það er jákvæmt fyrir okkur. Nú þurfa hann á stoppi vörninni, það er bara hann. Já. Og það byrjar allt á því að stoppa hennar mann. Elvar Örn Jónsson. Svo sagði það þá var hann þeirra markaðasti maður í deildinni. Byrja deildina gríðarlegum krafti. Nú viljum við ekki athygli á leikmannum 5 á Fjölni, Sveini Jónssoni. Hann er fæddur 1999. Sem gerir hann yngri en bílinn minn. Já. Þarna, þetta þurfum við. Óli blokkar hingað ekki. Það er akkurat það sem við þurfum, stoppi vörninni. Sveinn er nú komið það hátt upp, hann má nú bara skjóta markið þarna. Hann missir náttúrulega jafnvægið það sem hefur verið að íti í hann, þannig er ekki erfitt fyrir hann að taka skotið hann. Hann er eiginlega komin úr jafnvægið þegar hann er komin á hæsta punkt. Já, mögulega rétt hjá Helgi, en þetta er... En ég er alveg sammála, mér finnst hann með að skjóta meira, sko. Þetta er kóngurinn í Dalvísum, hann getur alveg skotið með 5 menn í sér. Við séum það oft áður. Það kemur skipting í Fjölni, Hreiðar Sói ekki út og Aðarsteinn Aðarsteinsson komin inn. Hann er leikmaður fæddur 1998.
Þetta er ungt lið. Staðan 9-4. Það er Sveinn kemur á miðjuna, setur hann á Svein Náttansson sem nær boltanum en það er dæmt víti. Vildi meina að hann var inn í teig. Hann lendur þegar hann klára farið. Á línuna stígur Brynjar Loftsson. Einnig mjög nýta vítið. Já, glæsilegt. Þetta er nú aðeins stælar að horfa á. 9-5 heldur en 7-1 stöðuna sem var áðan. Já, þessi Fjölnisliðið aðeins byrjað að vakna núna. Við náum okkur stopp með vörninni. Við erum að líka leysa þetta vel sóknarlega núna. Við erum að ná að opna og góð línusetningarna sem að býr til víti fyrir okkur. Þá er 16 vörnin vonandi að fara í gangi Fjölni. Kemur færsla. Herger komin að það í klimpinguna. Fara elvarinn á miðuna. Teitur með undanskot framhjá. Þetta þykjum við. Harði Árásson sjálfur. Sveinn á Donna. Donni reynir fintuna. Það er fríkastið. Já, nú var ég gaman að sjá eitthvað stilt upp í eitthvað skemmtilegt. Við þurfum eitthvað að lausna við þessu. Sveinn kemur í blokk. Spurning hvort það sé aðeins og fljótir að flauta hana þar sem hann er ekki búið með skrif, hann er ekki inn í teig. Akkurat, hann má nú aðeins leyfa hann að berjast. Það er spurning samt hvort hann hefði skorað ef hann er ekki búinn að flauta. Skemmtilegt! Að sjálfsögðu Sveinn! Já. Nafnið hans ríkti hann undir og sem opnaði allt fyrir Sveinn. Sem trítlaði í gegn. Það var alltaf að nota orðið trítla með hennan mann. Hann gjörsamlega stormaði í gegn. Fekk líka þarna að væna byltu en hann harkaði það nú að sér. Stóra sterkur strákur. 9-6, þetta er 15 mínútur. Þessi það er 5-2 kafli á Fjölni núna síðustu 5 mínútur. Það er mjög ágætt. Já, þetta er Fjölnismennir í mætti núna. Tók bara smá tíma. Þá er Elvar, móti Donna. Góð hjálpaður þarna hjá Breka. Þá stoppar dómarinn tíman. Boltinn eitthvað blautur. Og þeir skiptum bolta. Já, það er vanninn. Það er vanninn, já. Það er ekki lengur þurrkað. Eins og Fjölnismenni þá er stúkan líka vöknuð. Já, það er mennið að tínast inn. Íslendingar eru þekktir þetta, þeir eru alltaf seinir. Við þurfum að fara að tilkynna leikurinn sé 10 mínútur í. Ég ætla að fá alla á svæði. Já, þetta máttu. Stöngin út af frá Elvari. Setjum landinu miðuna í klippinguna fyrir Breka. Já, það er róa niður. Það var að hotna Júki á Fjölnismönnum. Breki í árásina. Góð hreyfing, en vel varið þetta hjá Helga Lesinni. Það er Elvar. Og Herger þetta með missanna sendingu. Fyrir út af. Fast skot hjá Kristján R. Kristsinni. Stöngin inn, þetta er glæsil, þetta þurfum við. Staðan orðið 9-7. Þetta er orðið leikur aftur. Þessi, þannig að markmaðurinn er í þessu en hann bara á ekki séns á að verja þetta þessu fast. Þetta er rétt sjöðalegi. Og þá taka Selfyssingar leikhlé. Nú er hljóðið annað í Fjölnismönnum. Enda staðan miklu betri. En líki, hvað er búið að lykillinn að þessu? Af hverju eru komin tilbaka? Þessi breyttum alltaf niður í 6-0 vörn og þannig að Selfyssingarnir er ekki búin að finna eina lausn á því og líka verðum byrjaðir að opna það sóknarlega. Sama skapið þá líka Donni og Sveinn byrjaðir að hoppa upp og skjóta fyrir utan. Og þetta er ekki stöngin út, heldur stöngin inn. Segði það, þetta var bara smá ofni.
Skrifum þetta á það. Já. En já, við minnum á Twitter. Það okkar samskiptamiðill. Hashtagið handbolti. Látið ykkur heyra. Ef ykkur finnst við vera of hlutdrægir, þá munum við bara hundsa þau tweet. Við höldum því áfram. Við erum hlutdrægir, en þetta Fjölnir TV. Ekki HSI TV, segi ég hátt núna fyrir eftirlitsmanninn sem stendur hérna fyrir neðan mig. En já, við látum ekki reitskóka Helgi, hann okkur. Nei. En svo snúum okkur handboltanum, 9-7, þetta bara jafnleikur. Og þetta náttúrulega bikarleikur, þannig að ef jafnt er á leikum þegar leiktíminn rennur út, þá framlegging. Já, það verður vonað samt að við klárum þetta bara í venjulega leiktíma. Já, það væri náttúrulega mjög óskandi. Ég slæmur fyrir hjartað, má ekki miklu. Mega hann yllir mig. Hvað annað í átaki búið? Átaki búið. En núna fara átökin að byrja á vellinum. Teitur inn á miðuna. Hergeir, Mara mann á Donna. Donni spila þarna góða vörn. Glæsilegt. Þetta þurfum við. Vantar samt aðeins meira að Alli hjálpi til þegar hann komið svona utan á hann. Já, hann má stíga. Það rétt við Helgi. Hergeir. Skemmtilega hreyfingar hjá honum. Teitur á Elvar. Og það farið aftan í hann. Og það guldspjald. Já, þetta var fínt. Elvar var að fara skoti. Þetta var bara fínt brot. Já, stillir Hergeir upp í eitthvað. Það er skemmtilegt kerfi. Og Elvarinn. Og það var Ígvari. Selvíkinn á Þorkastinu. Og þeir skora. Það var Árni Guðmundsson. Sveinn í gegn með þig. Já, hann ákvað að gefa hann það. Og í nafni hans sækir víti glæsilega. Þetta er hárrétt. Hárrétt. Vel gert hjá honum. Gaman líka að sjá að hann hættir ekki þegar hann finnur kontent. Hann sækir víti. Það eru mjög margir línum sem bara stoppa, lega brot á sér. Ekki hann Sveinn okkar. Og Brynjar, já. Það er númer 13 með Brynjar Lótsson. Brynjar Lótsson með sitt annað mark af vítapunktunum. Og þriðja markið í leiknum. Þá sjáum við inn á komin leikmann með 11 hjá Selfossi. Egidus Mikalónes. Hann er í varnarstendingu sig. Það var glæsileg vörn hjá okkur. Löng varnarstending. Donni með... Þetta var tæft. Þetta var nú ekki mikið. Jæja. Ég myndi segja hann að við fengið þetta gefins. Jesús. Jæja. Mjög skemmtilegt að svona stór og mikill maður þegar það fara í varnarskipting. Já, maður eitthvað kannski eitthvað meiðslar hjá hann. En hann er gífilega sterkskipta. Mikalónes. Það er erfitt að ráða við hann. Og þá var hann Elvar komin á miðuna. Hætt sendingarna sem að Breki henni alveg mátt stela. Já. Það er varið. Númer 15 með sitt sjötta orðanskot, Ívar Kristinn Guðmundsson. Það voru til að láta ykkur heyra að það er 9 mínútur eftir með sérleik. Ok. Það var það Donni inn á miðuna, Feber skoti, stöngin út, Brynjar á frákastinu og í stöngin inn hinum einn. Þetta er glæsilegt. Þetta vil ég sjá. Og nú brosum við út af einum í gráinum, einsparsmunur. Það leit ekki vel út í byrjun leiks, en við erum heldur betur búin að snúa í blaðinu. Þeir eru ekki búin að
Þeir eru að skora 1 mark á senastu 8 mínútur veldi ég Selfoss. Þessu skot viljum við endilega sjá. Já, þessi má skjóta, en hann þarf að gera það svona. Donni geysist fram, Breki skotið með þig. Það vel var ég á Helga Hlins. Já, þetta er hárrétt. Þetta þykir við. Þarna má hann Breki bara fara og stökku upp. Staðan fyrir að tegja sér undan skoti. Erfið skotningill. En Fjölnismenn geta jafna leikinn. Björgvin Páll Rúnarsson kominn í vinstri skyttu fyrir Sveinn Þorgeirsson. Sveinn var hans að hvíla. Björgvin, fallir hreyfing en vel var ég á Helga Hlins. Og hinum megin Andri sem vippar sláinn inn yfir Ingvar Hrafnöfi. Hann er gríðarlega snöggur leikmaður. Staðan 11-9. Hefðum þarna með smá heppni geta jafna leikinn, en við verðum bara að gera það seinna þá. Þá sjáum við Elvar spilar á mótunum Donnarssondi. Reynir að stoppa flæðið boltans. Þá er Björgvin inn á miðuna. Upp í skoti. Já! Þetta vil ég sjá! Glæsilegt þetta. Það er gaman að sjá þegar hann tekur þetta. Þetta er eitthvað sem hann hefur í vopnabúrinu. Að þið erum að netuna með blóta, djöfull var þetta fort. Shit! Það er eitthvað við það Helgi að sjá skyttu fara bara 1, 2, 3 upp á neglavinkilin. Ég er bara næstur sko, ég er að segja það. Það gerist ekki mikið fallar en þetta. Nei, þetta kveikir í mönnum. Hólið svo 1 stopp í vörminni hérna. Og Elvar, fast skot, Ingvarur, Elvar, og yfir! Nei, stökkum! Það er að ná púlsunum hans niður, fór í slána hjá honum. Donni. En ok, allt í lagi. Við höldum boltanum. Donni aðeins og æstur hana. Ekkert vesen. Það var að klipping og Brynjar leysir inn. Donni fer upp. Skoti, já! Þetta viljum við sjá, Donni, áfram, meira svona! Vá! Er verið hann ekki þarna, það er bara hannig. Þetta getur hann maður. 11-11, jafntefli. Nei. Þetta er fyrir litla sakir, vill ég segja. Og ætla ekki að leyfa með lýsta mínu háhjúttamanum að tjá sem þetta. Ég ætla bara ekkert að mótmæla þessu, mér fannst ekki vera 2 mínútur. Já, ánægði með þetta. Nú er Fjölnir að tala saman. En já, Donni kom með 2 mínútur. Leið og Fjölnismenn jafnan leikinn, 11-11. 24 mínútur liðnar af seinni hálfleik. Þið náttúrulega sjáu það á grafíkinni sem við erum með hérna. Það er allt alls í Fjölnis TV. Og næstuði stólinn bolti hjá alla þarna. En í staðinn fáið mark. Það hefði nú verið gaman að sjá þetta. Já, muna litla hana. Já. Hefði hann ekki klippt fingurnöglunar í morgun. Þetta verður tekið. Og Alli hann kominn í skiptuna. Sveinn Jóns í hornið. Með slíkt að leysa það inn. Já, á kemur Sveinn inn. Á meðan þeir taka hornajóka. Breki, sækir maður á mann. Misjafn sending. Nú fer höndin væntanlega fljótt upp. Höndin er komin upp. Breki har skotið núna. Brynjar. Og þeir stela boltanum. Selvísingar. Þetta er miklu dýrara heldur en að fá varaskotið. Og Selfoss skorar. Já, verður nú að gefa Selvísingum þetta. Þetta var vel gert. Stálu þarna boltanum að Brynjar Loftsinni þegar Brynjar var að dribbla. Þetta var góð vörn. Björgvin. Tekinn föstum tökum. 15 sekundur næsta mann. Heyrðu, halló! Já, út með þig! Gjörð svo vel félagi. Þetta er 2 mínútur.
Gaman að sjá þig. Vel sótt þarna hjá Alla. Alla nú ekki smár maður, þannig að þetta var 100% 2 mínútur. Sá ekki númer á hann, en ég set manni númer 2. Tæknimaðurinn segir að við giska á rétta tölu. Og það er þá jafnt á öllum tölum varandi fjölda leikmanna. 5 sekundur í manni á fjölni. Þá er jafnt, það fær aftan í. Takk fyrir, út af með hann. Hleypt honum út af. Akkurat. 2 mínútur, þetta er aftan í. Glæsilega sótt hjá Breka Dagsinni. Það er ekki ástæðulausu, hann er kallaður Hax að millinafni, enda er hann Hax góður. Þá stígur á punktinn Brynjar Loftsson. Getur minkað muninn í 1 mark. Það voru 2 fleiri í 1 mínútu 43 sekundur. Já! Þetta má líka! Negli bara í vinkil í vitum. Nú er hann ekki hafnað, Helgi. Nei. Seta hann nógu helviti hátt þá verður hann ekki þar. Fjölnismenn lendi í þessar stöðum með stjörnunni deildinni daginn. Það sem voru 2 fleiri. Gátu ekki nýtt sér það. Vonum að gera betur. Og Egidus. Donni mætur hann vel. Sá að Selfyssingarnir halda markmannum í marki. Já. Það er Herger. Og Donni stil næst í boltanum með allir færan. Fjölnismenn geist upp. Fá bara öðrugt mark. Vera klókir. Valli gegn. Skoradrengur. Já! Þetta þurfum við! Aðstöð Örn Arþinsson. Skorar þarna glæsilegt mark. Og jafnar metin í 13-13. Nú er að standa vörðina. 2 fleiri. Í 30 sekundur viðbót. Já, grafíkin á okkur er alveg rétt hérna. Þá er hann Herger á Egidus. Og Egidus og Teitur. Fintar hann að Brynjar upp í skónum. En Ingvar er. Þá er bil 5 sekundur næsta mann. Þegar hann fá hraðastimplun. Sjá hotni Sveinn Þorgeirsson. Þá kemur hann inn, aukamaður. Og stuttir næsta mann. Hann kemur með 15 sekundur. Þarna hefði hittmáttur með aðeins stærri augu. Já! Takk fyrir góðan daginn! Kristján Örn Kristjánsson kemur Fjölni yfir 14-13 í fyrsta skipti í leiknum þegar það bil 1 mínúta og 52 sekundur eftir. Jöfull er ég að fíla þetta. Og þetta kveikti heldur betur í stuðningsmönnum Fjölnis. Byrjar að klappa bekknum. Þá er það Egidus móti Donna. Smá stærðarmunur á þeim. Ekkert dæmt. Ingvar er þetta bara. Hvað er hann komið mörg varir, Helgi? Ég held hann sé komið 9 bolta. 9 bolta, við skráum það. Ef ég er að tala þetta rétt. En ég lofa samt engu. Nei, við megum alveg ljúga. Það er enginn að tjekka okkur. Jæja, nú þarf Fjölnismenn að spila aðeins sóknarleik, fá 1 gott mark og ekki fá þessi mark í bakið. 1 mínúta eftir. Björgun sækir inn á miðuna. Gefur langan bolt í hóðni en aðeins of langur. Fyrir upp í stúku. Fekk smá puss í sig þegar hann var að senda þessu langa bolta. Það truflar. En nú megum við alls ekki fá okkur mark. Viljum sigla með smá fórustu í hálfleik. Það var jákvæmt að ná einu stoppi núna og einu marki viðbót og fara inn með 2 mörk. Já, við sjáum að Herger er kominn á í vinstskiptu. Egidus á miðuna, væntanlega tengt ykkur kerfi. Já, Herger maður að mannuðu Breka. Þetta er ekkert meira. Þeir eru brjálaðar á bekknum hjá Selfossi. Stefán og Þórir er ekki sáttur. Nú líklega þetta að ná að spila út klukkuna, þannig að við þurfum að standa vörnina, fara með 1 markinn í hálfleik. 10 sekúndur eftir, akkurat núna.
Já, snöggur Ingvar, náminu Easy. Snöggur, 5, 4, 3, 2, 1, það er skotið. Já, það er varið á þryggjastælínu Körunar. En já, hálfleikstölu 14-13, Fjölnismönnum vil. Þetta leit ekki vel út í stöðunni 1-7, Selfossi vil. Helgi, þetta er frábært. Já, þetta er bara eins og seinni hluti annað hálfleiks er búin að vera miklu betur heldur en byrjun. Þetta er Fjölnir er búin að vera miklu betur núna síðustu 15 mínúturnar. Bara leið og þeir náðu að fókusum í gang og gáttu aðeins einbeitt sér að því hvað þeir eru að gera. Þá kom þetta. Já, það er svona eftir leiklið á Fjölni þá annað virðist eins og þeir hafi dottið aðeins í gang. Það var algjör vendipunktur í leiknum, enda næsta leiklið var á Selfossi þegar Fjölni var búin að minnka muninn niður í 2 mörk. Já. Kringum það. Og við hérna í Fjölni TV ætlum að taka örstuða pásu meðan hálfleikur mæli með að kíkja og fá sér kaffi og ekki fara langt. Stuttir í hálfleik. Takk fyrir.
Við erum komin aftur eftir þetta skemmtilega hlé. Þetta verður svakaleg barátta hérna. Svo við förum aðeins yfir liðið Fjölnismanna. Vinstri horni Brynjar Loftsson, vinstri skyttu Sveinn Þorgeirsson, á miðjunni Breki Dagsson, hægri skyttu Donni og í hægra horni Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson og að sjálfsögðu Sveinn Jóhannsson á línunni. Já, minnsta máli Gísli Axels. Við sýnum alla leiki og við getum hort á okkur í allan vetur. Og fá tvitt hérna frá væntanlega stuðningsmanni Selfoss fyrir að þakka okkur fyrir að vera með live stream á leiknum. Það er örugglega vesen að þurfa að gera yfir fjall núna í þessu veðri. Það er örugglega ekki skemmtilegt að fara yfir heiðina. Sveinn Þorgeirsson, skemmtilega hreyfingar og í fjárhótti, þetta viljum við! Og hann brosir í stúkuna, staðan 15-13, Fjölnismönnum í vil. Það er jákvæmt að sjá að Fjölnisliðið kemur strax til leiks, ekki eins og áðan þar sem að við byrjum bara ekki fyrstu tíminna. Já, þetta var gríðilega mikilvægt mark, sérstaklega það að gera. Elvar, já, hann búið með skrifin, það er bara hríkast. Höldum áfram í 6-0 sem gekk mjög vel hjá okkur áðan. Ef það virkar, hví að breyta, sagði skáldið. Teitur í hornið á Alexander. Hergeir með undanskot, þetta er framhjá. Hann með að taka þessi skot í allan dag. Já, þá kemur Sveinn inn á miðuna. Og Breki upp með bara, dribblar, sniður. Já, fín vörn hjá Selfossinum. Það er nú að gefa henni það. Þeir kunna alveg að spila vörn, allan fyrir austan. Donni í skotið. Það er beint að markmanninn, það verður þetta Helgi. Samkvæmt okkar tölu er hann komið 10 skot varinn. Ég veit ekki, okkar tölu segja 7. Sagði kynnirinn 10? Hann sagði 10. Ég er nokkuð sem að hann er með þetta meira hreinu heldur en ég. Já. Þó hann kunni nú ekki að telja hittaeiningar, þá kann hann að telja upp á 10. Það er gott að þú sagðir þetta en ekki ég. Hann var nú í viðtal á Suðurlandi FM. Það er ekki að minnast á að ég var með bólu. En já, í þess töluorðum, þá skýtur Ingvar á markið. Nei, Ingvar ver frá honum Elvari. Og Sveit þarna með reynslunum sína, róa niður. Þá stillir Breki upp. Segir Sveini Jónssoni hvað hann er standa. Inn kemur Brynjar í júkavæsluna. Breki Maramann, utanvert. Já, þessi fór inn. Þröngt var það, en hann komst nú inn. Selfossingar er ekki ánægður með Brekan, það Breki gat samt lítið gert. Við sjáum líka, eftir að hafa lýst í fyrra, það voru aðeins fleiri með svona snúð í hárunu. Svo tíska virðist vera deyjandi, bara einn í liðinu í dag, en Fjölni. Vel gert hjá Svein sem kastar sig fram hana. Langu bolti af Ingvari. Og vá, hana rennur hann Brynjar út í vegginn. Ákomin niðurtal á Selfossi. Og það er vítið dæmt. Og 2 mínútur. Já. Ég er bara eitt langt orð með þetta að segja. Það er ekki alveg að koma þetta. En við verðum að treysta því að Arnar
og Svavar viti hvað þeir að gera. Þeir hafa gert þetta í þó nokkur ár. Já, þessi... Það er lengi að þeir eru með svona talstöðar. Andri. Og það er varið! Þetta er sjálfgeft að sjá. Það er ekki oft sem hann Andri klikkar á víti. Reyndi þetta að snúa niður hausinn á Ingvari sem bara skallaði frá. Og Ingvar er nú sveittur maður að eðlisfari, þannig að það er hann að þurrka. Á að skipta bolta aftur. Og hann Ingvar er komin í gang. Hann er á til að peppa sína menn sem og stuðningsmennina. Hann er byrjaður því. Það var Breki komin í vinstskiptu, Björgvin í miðuna. Breki maður mann hana í klippinguna við Björgvin. Fjölnismenn einum færri. Erfið sending hjá Breka. Og Selfyssingar refsa fyrir þetta. Og þá þarf að stoppa tíman til að þurrka gólfið. Inn á kemur bróður hans Björgvins, Daniel Rúnarsson. Þetta er leikmaður í U16 ára og mun vantilega að spila með meistaraflokknum nú á komandi árum. Gríðarlega góð gefinn þessi fyrirskiptu. Það verður að segjast. Það er að þurrka á öðrum stað líka. Nei, hann er með blóð á hendinni. Já. Inn á kemur þá leikmann með 2, Guðjón Ágússon. Á meðan gert er að sárum Elvas. Fjölnismenn einum færri í mínútu viðbót. Skemmtilegt til Björgunni á Breka. Brynja með langa stimplun. Donni. Erfið bolti en hann kemst að skila. Donni nú fyrir skotið, þekki hann. Já! Þetta er undir klóið! Og hann tekur vængina tilbaka. Þarna, ég verð að segja Helgi, það er allt og sjálfgeft að sjá handboltamenn fagna mörkum á einhvern hátt. Já, í dag, þetta var mikið vinsællega en einu sinni. Ég held að það sé tengt þróun þess að hröð miðjaði byrja að spila núna. Já, þetta var alltaf erfiðar að fagna það sem var þetta meira hugsa að drífa þetta tilbaka til að vera ekki, til að ná ekki yfirtölu á þig. Akkurat. Það var Egitus í hotnið. Og það var þið! Góður Ingvar, góður! 13 skot varinn, bæði hjá honum Ingvar Nákasinni sem er á mæknum og hjá honum Helga. Hann er tölulega hljóta á réttar. Það er næstu í 50% markværsla, það er mjög gott. Hann er náttúrulega búinn að vera frábær undanfæri núna 2 tímabil, Ingvar. Já, hann er líka, það er eitthvað við það þegar hann byrjar að verja, að þá annaði kviknar í hinn leikmuna sem hann fagnar svo mikið að það gefur svona smá búst út í liðið. Já, hann er gríðarlega mikið stemmingsmarkmaður og líka, eins og segir, stemmingin er spennandi. Sérstaklega mönnum eins og hann. Þá er Sveit komin á miðuna. Og Breki. Tóku nú 3 á honum Breka og Höndri komin upp. Það er Donni skotið, nei hann gefur línuna. Fótur dæmdur á Svein. Hanna má Donni bara skjóta á marki, hann er orðinn heitur. Má bara negla, eitt tígrip, akkurat. Andri lúmskur hana. Laumaðist á blindur hliðina hjá Breka. En Sveinn hefði nú mátt gefa bara á alla hana strax. Já, ég veit ekki alveg hvað hann hikaði, þannig að hann leit og sá hann sko. Ég held að markmaðurinn hafði svolítið truflað, ég held að hann haldið þetta var útileikmaður en ekki markmaður. Hann Birki fann að fyrir konur í markið. Hann var einmitt alveg mjög góður ef minni rétt í síðasta leik á móti Fjölni. Donni. Hann er í kyrstuð, hann reynir þetta, það er allt og erfitt. Og Donni Marman, snöggsending í hotnið, alla. Það er varið. Birki með sitt fyrsta skot. Þá var það Herger á Teit. Herger næra trónum á línuna og það vippaði á menn.
Hann Eyvindur skorar þarna. Mjög öruggur á 6 metrum. Ég sá ekki betur en það ætluðu að fara að setja aukamann inn á í sóknuna Selfoss. Það er spurning hvort það muni spila eitthvað svo leiðis núna. Já, eitthvað þarf að prófa og þegar liðið búin að æfa þetta þá getur þetta virkað rosalega vel. En það er líka alveg gríðarlega naga að geta spila þetta. Sem ég held nú að Selfoss búin yfir. Misjætta skot hjá Kristjáni. Og langur bolti yfir á Teit. Teitur kemur í hornið. Og það var það! Númer 15 leikmann Kristinn Guðmundsson. Hann erfiður fyrir Selfyssinga. Kom með 14 skot. En já, staðan 17-15. Fjölnismenn vil þegar 20 mínútur eftir. Ef jafnt verður á tölum þegar dómarinn flaug til leiksloka þá framlenging. Egidus, sterk finta en Brynjar stilur honum og setur sendra fram á Svein. Já! Þetta vil ég sjá! Þetta var skemmtilegt! Sveinn hafði ekki hugmynd að boltinn var að koma. Nei. Þetta svolítið svo kallar í NFL. Þetta Hail Mary sending. Það bara grýtt hann ekki fram og vonaði besta. Sem betur fyrir var bjargvætturinn Sveinn komið fram. Það skiptir ekki máli hraðablöp eða línusendingu, hann alltaf laus. Já, og hann held ég á lausastelpur. Og Ingvar, langa bolta á Brynjar fyrir sjálfur. Hann aðnaði á að gefa á Alla. Alli var komið með honum. Alli brjálar á ekki boltan. Já, hann má vera það. Ég held að Brynjar hafa bara metið stöðuna þannig að hann gæti komast í gegn, en hann vann maður aðeins hvað Selfyssingar eru duglegir í bekknum sko. Sagan segir að það fari í bekk fyrir ykkur einustu æfingu. Svo segja það Sagan með skítamorli í botni. Já. Nú eru búin að koma með 2 staðalímyndir. Ætlum við náum fleirum. Og Donni! Jú! Það verkar þetta og það tekur vænginn tilbaka. Staðan 19-15. Fjölnisvélin heldur betur komin í gang. Þetta lítur tölvöld betur út núna. Og þá eru Selfyssingar komnir með sitt byrjunarlið inn á Sýnismerjá. Mér finnst líklegt að Stebbi Árna muni keyra á þeim til enda. Það var að ganga vel hjá þeim byrjun. Elvar á Hergeir og að skot framhjá. Hergeir ekki alveg að finna netmöskuna. Ekki ennþá komin á blað. Inn á kemur í lið Fjölnismanna Eyþór Snæland Jónsson, vinstri Nú vona hann haldist lengur inn og núna heldur senasta leik. Já, hann fekk rautt spjald síðast fyrir að keyra inn í leikmann Stjörnunnar. Það var Donni, sjá ríkinguna á Sveinn, hann laus. Já! Sveinn Grafarvogs undrið Jóhansson með glæsilegt mark, hans annað mark í leiknum. Og þá taka Selfyssingar leikhlé. Helvíti erum við sáttu við þetta Helgi, eða ekki? Jú, þetta er bara mjög gott núna, eins og þeir hafa engin svör Selfyssingar, hvorki sóknarlega eða varnarlega við okkur. Það er bara eins og þetta er mjög jákvætt. Vonandi heldur þetta svona áfram. Og við náttúrulega erum bjartsýnir sinnar hérna í Fjölnir TV. Við trúum ekki öðru en þetta muni halda svona fram. Það er engin tilgangur fyrir neitt annað. Nei, en leikhlíðin hafa nátt verið vendipunktur. Stefán Andersson lesa niður sínum mönnum. Ég er ekki nógu góður í varlega til að vita hvað hann að segja. Nei. Gríðarlega efnileg þjálfari þar að ferð. Það var búin að vera lengi í Eyjum með yngri flokka áður hann tók við Selfossi. Og er nú með heldur betur vana menn með sér. Já. Í Grími Hergeirs og Þóru Olssoni. Það er eitthvað smá reynslu á þar í gangi.
Það eru nokkri landsleikir. Jafnvel 1 silfur. Já, jafnvel. Það ekki annars? Jú, ég man ekki betur en Þórir hefði verið í Ólympíuliðinu okkar. Já, 5 marka munur. Sjáum nú hvað Selfyssingar hafa upp í erminni sinni. Annað en tribal tattoo. Það voru komin 3 staðalímyndir. Já, hvað náðu mörgum. Ef við erum með eitthvað aðra staðalímyndir sem við getum hent inn, þá endilega hendi ég á Twitter. Já, þetta er aldrei ganni gert. Við reynum að útstinga skemmtilegar. Elvar, já, gott skot. Hann er hörku leikmaður. Og samkvæmt mínum bókum þá er hann ekki nema 18 ára gamall. Jafngamall og Donna. Gríðarlega mikilvægur leikmaður í liði Selfoss. Þá kemur Björgvin Páll Rúnarsson, markahæsti leikmaður Fjölnis í deildinni inn á miðuna. Sveit í skoti, já! Það er niður í fjær. Skiptir engum máli að þessi ítti hann er það sterkur og skiptir ekki máli. Ég held bara Selfyssingarnir hafa bara meitt í hendinni. Tvær mínútur dæmdar á þetta. Sveit hlæra þessu. Já, ég veit ekki hvað að segja. Sveitn er alltaf ósamlega þessu. Það voru Selfyssingar einu fleiri, alltaf vandalega línda sér það. Og Elva fyrir gegn. Og það er ekki neitt. Vildi fá okkar fyrir sinn snúðana. Já, þetta var stöngin út. Hefði hæglega getað fyrir inn. En það er ennþá 5 marka munur. Nú erum við að duglega að halda boltanum vel. Takk eins langa sóknu við getum. Þá taka Selfyssingar Donna úr umferð. En það er hann svona svolítið wildcard leikmaður. Getur skora hvaðan af vellunum. Björgvin. Já, hún er hent hana en hann leysir inn. Alli skoti, já! Auðvitað! Þetta getur hann! Hægri skiptu í yngri flokkunum og það er ástæða fyrir því. Hann er hörkunagli. Þetta er einn af þessum leikum sem fagnar öllu mörkunum sínum. Já, hann er álega að gera það. Andri, já, í etan yngri. En við vorum óöfnir að ná ekki í frákastinu. Arnar Gunnarsson ekki sáttu með alla. Hann náði ekki. Ég held að Alli hafa bara ennþá verið vímu eftir markið. Stórglæsilegt markið hann má alveg vera í smá vímu. Já, ég ætla að horfa það, ekki með heim. Jæja, lúmsk línusending. Og fyrir fótinn og samfélgum. Nú þurfa Fjölnismenn að aga þér, halda þessu í rólutum. Arnar Háskesson er ánægður með frasinu sem hann henda út. Alli, já, hann skemmtileg, wow! Sorry, ég verð að æsa með þessu, þetta var svakaleg markværsla. Hann lá niður á varðan. Þetta var flott, hann var eiga það kallinn. Þetta var alvöru. Helgi Hárfari, eins og hann er kallaður af held í yngum, að mér. Bara þér. Bara mér, kannski fáið nafnum til að festast. Það eru austan fjallsmenn. Það er ein staðalímynd sem við getum eiginlega ekki tekið hérna. Það er engin eiginlega svona sem er með strípur og brungun á vellunum með Selfossi. Þannig við getum ekki tekið á staðalímynd, það er mjög leiðilegt. Alexander í hóttinu, hann er nú alveg með fallegt ljóst ár. Hann er með ljóst árið en hann virðist allan ekki stunda ljósin eitt rosalega mikið. Já, það er ekki líka bara gulsa. Það er maður ekki bara krabbamein að þessu. Það er ekki dautt. Ég fyrir spreyta hann allavega. Já, það. Hann getur líka gert það. Þú ert nú duglegur í því, eða ekki? Jú. Það er bara hannig. En já, þá er leikurinn í stáfram hérna. Það ætlum að ræða saman.
Elvar, góð finta á honum en höndin er komin upp. Þá stillaður upp fyrir Elvar, Örskar Stefán Arnarsson. Stoppaði tíman. Andri Már Sveinsson bakið tilbaka. Við séum með kerfi, nei, það bara... Já, það var... Hvað var þetta Helgi? Ég hef ekki hugmynd. Það hafði ekki verið fyrir innan þegar hann tók fríkast eða eitthvað. Ég hef ekki hugmynd. Ég hef ekki ánað að hefði verið sjálfsvíkur hana. Af því að Elvar skoraði þarna með svakalegri neglu slá hann inn. En... Tæknimaðurinn okkar segir hann að það eru búin að bakka inn fyrir línuna áður en hann sendi boltan sem er ólulegt. Já. En þess að ég tók ekki eftir, þannig að ég bara... Nei, hann að missa fylgismenn, klöfulega boltan. Elvar sækir markið og fær 2 mínútur. Þetta er ansi harður dómur, dómari. Já, þetta er ótt svona þegar dómarar láta undan öskrum leikmanna. Gult spjald á bekkinu á Selfoss. Arnar Guðmundsson er sammála mér. Nei, það. Jó, það er staðan 22-17. Samkvæmt okkar bókum á töflunni hérna inn í Dálsum er 23-16. Smá munur á því. Já, munur aðeins. Þetta fannst mér þetta verka grunnsalett. Það er allt reyndin í Dálsum. Já, þá kemur Egitus Mikalónes og tekur hann Donna úr umferð. En Donni, hann er... Donni á að geta annað í losa sig við hann og... Hann er fugl í búri, það má ekki fanga hann sko. Breki, Alli, hann er ógn af skotinu, sífellt, fekk hann að gott högg á sig. Breki á Alla, Alli í skoti, það varið. Það máttur reyna, það gekk á hann. Svo skáldið segir, if it works, don't change it. Virkaði á hann. Virkaði þetta ekki núna. Þannig að mögulega hafa skáldið rangt fyrir sér. Það er raun saga. En þá nú verða Selfyssingar nýta muninn. Það er að klukkan tifar og það er 5 marka munur. Elvar á Egitus, já, þetta getur hann. Og með því fyrsta mark nú var þetta Egitus Mikalónes. Þetta getur hann, við þurfum að hafa góðar gætur á honum. Megum ekki gleyma okkur. Já, og hann tekur þá Donna á velli, úr umferð. Þetta var hann að taka nú ekki að velli. Það væri svolítið gróft. Sveit á Breka. Breki, duglegur sækir ekki fríkastið. Sveit Þorgeirsson á Breka. Breki. Já, náði skotinu. Búinn að sækja fríkastið, virkilega vel gert. Einmitt það sem menn eiga að gera í þessari stöðu. Sveit. Höndum vantilega að koma upp á dómarunum. Já. Og það er fríkast. Nei, Nei! Svavar, nú ertu alveg gengjan að göflunum. Jæja, vildi meina að Breki hefði teikað leikmanni með sér. Nei, strákar, hættið nú. Við ætlum ekki að breyta þessum góða leik í eitthvað rugl. 2 mínútur dæmdar. Þetta var eins ódýrt að verið, það er bara hannig. Og sjálfsögðu stígar á punktin Andri Már Sveinsson, þó hann að klúra á hann er bara það góður að hann á að vera á punktinum. Já, hann skorar. 22-19, Fjölnis með einu færri. Helgi, ég verð að segja, mér líst ekkert af blikuna, en ég hef þá trú. Já, þetta er í fínum málum með þá, svo lengi sem að við megum ekki að fara detti eitthvað svona láta reka okkur út af endalaust. Við erum að ná að koma 7. manninn á völlinn og þá, við erum miklu betra liðið, við erum 6-6. Já, Sveit! Jæja. Jæja. Stöngin framhjá á Sveini. Og á saman tíma er Elvar í árás og Egitus komin í gegn. Og það er varið! Þetta þurfti! Takk kærlega fyrir, áður góður, þetta þurfti. Mikilvægt frammaður. Kristinn með sitt hvaða skot, Helgi? 17 samkvæmt mínum bókum. 17. skot varið. Það er ágætis bólsetta.
Og þá vaknar stúkan. Og það er gefið 2 mínútur á Selfyssinginn. Hvern? Leikmaður með 4, við segja hann að það er slegið eitthvað hana. Ég var að horfa okkur allt annað, en ég hef ekki hugmyndi hvað er gangi. Ég sá þetta ekki. En við þykjum þetta samt, við þykjum þetta. Já. Og þá bakkar Egyptus niður. Jafnt er í liðum. Alli hana, vel gert Alli. Já! Þetta getur drengurinn! Af hverju ekki? Þetta virkar! Hann á bara að negla markið þessu formi. Setta Selfyssingarnir aukamannin inn á. Já. Þá bara að vinna boltan og skjóta á markið. Alli með sér 3. mark. Heldur betur að koma til. Egyptus. Já, þetta var innanverð stöngina í hausun Ingvari og aftur í markið. Við gefum hann varið boltan með þetta. Þetta gat nú verið verra. Já, við gefum hann varið. Hví ekki. Og þá taka Fjölnismenn leikhlé í stöðunni 23-19. Þetta er svolítið tæft hérna eins og Ég er ekki orðin öruggur með þetta. Ég er eiginlega ósamlega. Mér líður mjög vel með þennan leik eins og hann er akkurat núna. Já, ég er alls ekki rólegur maður eðlisfari. Þannig að ég hef ekki þessa ró. En ef við förum hans tölunar, þá er 4 marka munur. Það eru 8,5 mínúta eftir af leiktímanum. Nú markastu menn í liði Selfoss eru Elvar Örn með 6 og Andri Már einnig með 6. Hjá Fjölni er hann Donni með 7 mörk. Svo er ekki Brynjar Lofts með 5. Nú, það sem mun að mestu máli skipta á lokasvætunum er hvort að Fjölnismenn muni halda rósinni, muni spila agan sóknarleik og varnarleik, vera ekki að drífa sig, vera ekki að taka óþarfa sénsa. Því svona leikjum, svona bikarleikum, þegar pressan er undir, þegar allt er undir, þá þurfa menn að hafa smá aga. Það hefur svolítið loðað í Fjölnislið að þeir hafa tekið svona rangar ákvarðanir á ákveðnum tímatum. Nema reyndar í umspilinu fyrra, þá gekk nú allt upp. Að flestu leyti. Já, Víkingarnir fóru upp. Við munum ekki hitta á næsta ári, þeir eru að fara alltaf niður og við fyrum upp. Það er bara hannig. Já, það er allavega stefnan, vonandi hjá Fjölni. Já. Þá erum við komið fullskipa liðin á völlin, einum fleiri. Já. Donni í fæslu, setnum frumveituna í hotnið á Brynjar. Hann segir ekki nei takk við þessu, auðvitað. Og kemur Fjölnismönnum í 5 marka forystu og Selfyssingarnir eru einum færri í 30 sekúndur viðbót. Þá var náðu góðri vörn, einu stoppi. Já, Elvar maður að mann á móti Björgunni, kemst í gegn og fær vítið. Gríðarlega vel gert. Og þá kemur 7. leikmaður Selfoss inn á völlinn. Og Andri fer á punkti. Nú værum við til í vörslu, Ingvar minn. Jæja. Þá er hann Sveit Þorgeirsson kominn í skiptuna. Sjáum að Selfyssingar ætla að halda áfram að taka Donna á umferð. Kemur Alli í langa stimplun á Svein. Sveit upp. Losa, nei, það er fríkastið bara. Við þurfum ekkert að drífa okkur sókn. Alli, ég held að hann ætlaði í skotið þarna. Hún langaði. Já, ég sá það. Já! Þetta getur hann. Björgvin Páll Rúnarsson sýnir okkur af hverju hann er markahæsti leikmaður Fjölnis í fyrstöldinni. Og á fara Selfyssingar sókn. Elvar í gegn.
og hann skorar. Og leikmaður númer 9 sem skoraði fyrir 7. mann, Elvar Örn Jónsson. Þeir eru snöggir að svara, 4 marka munur, 6 mínútur eftir. Það þarf ansi margt að ganga upp hjá Selfossi núna. Svo lengi sem Fjölnir ger engin auðlamistök. Eru í góðum málum. Valli missir boltan, fer í fótinn á Egyptus. Dómari, halló! Þetta er náttúrulega bara Og leikmaður númer 4. Jæja, ef dómarar sjá ekki það sem er fyrir metri hrána þá er ekki mikil. Ég ætla að þegja núna. Já, með potaði mig hana. Jæja, dómari gerði minnstur líka, mér sagt. Pródúsurinn okkar segir það. Já. Björgvin í gegn. Já, mögulega búið með skotin. En mér finnst nú Skrifin. Já, skrifin fyrir ekki. Mér finnst nú að hann hafa hangið full lengi. Mætti á tiltali. Sveit með langa sendingu á Breka. Breki í gegn. Jæja. Gengið hart út í Breka. 3 marka munur, 5 mínútur eftir. Hendi komin upp. Nú þarf að fara skotið. Já, hann dæmdi ekki neitt. Þannig að Selfyssingar boltan. Hann bara skrifa og breka hana. Egyptus á Alexander. Já, Elvar róa sína menn. þá þarf hann á stoppi núna í vörninni. Já, nú þurft standa vörðina. Þá munu okkar líkur aukast í muna. Alexander í gegn. Já! Jæja, ok. 2 marka munur, það er 4 mínútur eftir. Eins og við sáum í byrjun leiks, þá getur nú allt gerst á stundum tíma. Selfyssingar komið 7 yfir eftir 10 mínútur. Breki, sækjarnar miðuna. Björgvin upp í skotið og það er varið í stöngina en Donni Frákastið fyrir inn. Já! Kristján Örn Kristjánsson með sitt 8. mark er að koma Fjölni í 3 marka fórstuð þegar 3,5 mínútur eftir. Nú þarf ansi margt að ganga upp. Já, Selfyssingum ætli þeir að ná sigrinum í dag. Og Fjölnismenn vinna boltan. Nei. Gleymd þessu. Ha? Dómarar þurfa að flauta í flautuna. Þetta gengur ekki. Ég var á nánaður. Jæja. Ég veit ekki hvað ég skal segja. Jæja. Þeir vildu meina að þeir væri búin að flauta. Það heyrist ekki mikið. Ok, 3 marka munur, 3 mínútur eftir. Egyptus með krossendinguna. Ára Elvar. Með erfiða línsendingu og Fjölnir vinnur boltan. Æja, stakka róta niður. Þetta var gífurlega mikilvægt. Og þá taka Selfyssingar Svein Þorgeirsson úr umferð. Mér síðast nú bara á Svein hans er feginn því. Hann er þreyttur kallinn. Það er smá kvildi í sókninni. Já, hann er bara sáttur með það. Og Donni kemst í gegn, snýrar, já! Kristján Örn Kristjánsson er að fleyta Fjölnismönnum í fyrsta skipti í 8 liða úrslit Coca-Cola bikarsins. 4 marka munur, 2 mínútur og 15 sekúndur eftir. Ég trú ekki að þau geta mistað niður. Við eigum ekki að geta gert það. Ég held að Fjölnir til að setja okkur 2 inn og til að geta mistað niður. Já. En jæja, þeir gera það alltaf ekki. Þannig að við vonum bara að þið haldið þetta út. Erger fær vítið en Ingvar Ver, hann fær prikk fyrir það. Það eru 2 mínútur eftir, 4 marka munur. Þá stígur á punktinn Rúnar Hjálmarsson. Nei. Ég ætlaði nú líka að segja. Andri fer á punktinn. Hann vippar yfir Ingvar. Og þessi 8. mark fyrir Gæsluna nr. 23, Andri Más Sveinsson. Komið með 8 mörk í leiknum.
Þá spilar, já, Selfoss Maramann, vítaskuld. Og Björgvin gríti boltanum burtu. Hendi komin upp. Nú hann skotið. Þetta náttúrulega bara 2 mínútur. Já, þetta 2 mínútur. Það segja náttúrulega ekki gefa 2 mínútur hana. Þeir geta ekki mótmælt þessu. Hann hingur aftan í. Þeir vildi hérna meina að Hundi hafa búin að vera ansi lengi uppi. Nei, Bjarki Magnús minn, þetta stefnir ekki í sigur á Selfossi. Og við sjáum að stuðin með Fjölnis staðinn á fætur í stúkunni. Allavega heim sem ekki sama. Og það 2 mínútur á bekkinn fyrir mótmæli. Þá það var einn að fara út af það ekki? Ég held hann hefði fengið 4 mínútur leikmaður nummer 15. Já. En svo segir hann sýndi hann að merkjum það. Það reyndar skiptir engu máli. Það 1 mínúta og 15 sekúndur eftir. Það var Björgvin á Breki á Svein í gegn. Já! Grafa á sundri, Sveinn Jónsson skorar þarna. 28-24, 1 mínútur eftir. Nú má syngja ole í Grafanum. Fjölnismenn eru komnir í 8 lið úrslit. Áhorfendur allir staðinu. Nú bara að standa á hörðana og Selfyssingar missa boltan. Helgi Lindsson nær boltanum. Það langt skot, Ingvar við það. Og langur bolti. Aðeins á Árfríð Svein. Ég held að hann hafi verið að reyna að skota hana því að hann var reynskilinn. Ég er ánægður með hann bara, leikurinn er búinn hvort þið er. Já, reynda bara. Og það er auka prik. Línusending, Sveinn, já, þetta er lengsta línusending sem ég hef séð. Þetta er líka hægt. Þetta er stóðar á Ingvar. Það er klárt mál, 29-24, þegar bjallan glímur, Fjölnismenn eru komnir í 8 lið úrslit. Þetta er algjör stillt í stöðunni 1-7. Það var þetta ekki mjög líkleg staða, en Fjölnismenn fara með sigur á Hormi. 5 marka munur. Ég er að fá krönstaðastímplu, ég er svo hæstur. Jesús Kristur, þetta er svo góð tilfinning. Við viljum nú meina að þetta sé fyrst skipti sögu Fjölnis sem komast í 8 lið úrslit. Og ég er nú að segja Helgi, ég óska nú bara eftir að fá stjörnuna, fá að hefnast ófarna í deildinni. Það væri gaman. Það væri gaman. Við þessum Selfyssingar kærlega þeir leikinn og ykkar áttu komuna og hendum við syngjum áfram. Og auðvitað fer besta lagi heim í gang. Áfram Fjölnir með Óni Jónsa. Ég held í álöfurinni að Ingvar Örn Ákason hafi verið að gefa bestamann leiksins þjálfara Fjölnis. Já, Arnar Gunnarsson var valinn maður leiksins. Það er eitthvað nýtt. Mér fannst ég heyra, ég bara trúði ekki. Hann ætlar að koma með gjafabréf í hendunar. Á Dóminans ekki satt? Á Dóminans, jú. Má hann við því? Já, hann er allir við því. Jó, hann á að skilja þennan leik og sjálfsögður Andri Már Sveinsson valinn maður leiksins hjá Selfoss. Enda alveg frábær leikmaður. Glæsilegu sigur á Fjölni. Ég meina, það er fátt sætara en að vinna svona, sérstaklega sína karakter, vera 1-7 undir byrjunleiks, að fara ekki í eitthvað væl og byrjit, bara klára dæmið. Helgi, Arnar Gunnarsson tók hann það skemmtilegt, hann ætlaði að setja eyru á leikmann Selfoss og Andri Má. Andri tók eftir og kvartaði. Þeir þekkjast náttúrulega ágætlega strákarnir, hann nú þjálfaði hann áður. En á þessum skemmtilegu hljóðum á besta lagi heimi, áfram Fjölnir, þá ætlum við að enda þessu útsendingu. Nú næsta leikur Fjölnis er hérna mútið Selfoss á Selfossi og það verður hörkuleikur, það er deildinni. Og það er nú þannig ekki að ef að lið mætast í bikar og deild á stöðu millivili, þá fellur sigurinn oft hjá hvoru liði. Já, það gerist oft en það er bara vonandi að... Við vonum að við brjótum það hefð. Já. Ég ætla að skella með Austurfjall, ég mæli með
sem flesti gera það. Og svo lendur að þakka Selfyssingum sem er að hlusta, útsendinguna. Horfa. Herru, Helgi, eitthvað að segja? Nei, bara frábær sigur og gaman að koma inn í fyrst skipti í 8 úrslit. Svo æsilegt. Takk fyrir okkur hér á Fjölnir TV.